Við ætlum að tala mál nýju menningarna. Ég veit að þú hefur skrifað mikið þetta mál og það náttúrulega endaði með því núna, við vitum svo sem ekki hvort það verður áfrýjað til Hæstaréttar, en dómurinn í héraðsdómi féll á þann veg að kærurnar, sko það sem var lagt upp með var einhvern veginn tekið og því var bara hellt út og yfir Hafnarstrætið og bara út í flóann. Það var sagt það sem allir vissu allan tíman, að þessar ákærur brot gegn 100. greininni, þar að segja valdaránstilraun, og reynda fleiri ákærur, þetta var algjörlega glórulaust. Það reyndi enginn af þeim sem að jafnvel töldu sjálfsagt að þetta fólk dregið fyrir dóm, enginn reyndi að verja þær ákært á grundvelli 100. greinarinnar sem fjallar valdarán. Og það er tvennt sem mér finnst vera áhugavert í þessu máli að tala núna eftir að dómurinn fallinn. Það er annars vegar framferði ríkisvaldsins, það er að segja að forystumanna þingsins og ákæruvaldsins, það er að segja sett saksóknara í málinu, og hins vegar það er sú hugsun sem liggur að baki þeim sakfellingum sem þó urðu í málinu, sem eru miðaldasjónarmið sem ætti að vera horfin úr íslensku réttarfari. En ef við lítum fyrst á framferði ríkisvaldsins, það er að segja annars vegar forystumann Alþingis og fyrst og fremst forseti Alþingis og skrifstofustjórans og ákæruvaldsins, sett saksóknara, þá var ég með langan lista og ég verði eiginlega að lesa þetta upp sko, því að þetta eru svo mörg atriði og þetta er svo sláandi að ég gleymi einhver þótt ég fari gegnum þessar nokkra punkta sem að sýna virðingarleysi þessa fólks við það réttarríki sem það þykist bera fyrir brjósti. Og þá er þetta þannig að það er skrifstofustjóri Alþingis sem leggur til að veri kært fyrir tilraun til valdaráns, það er að segja kært fyrir brot á 100. grein hegningarlaga. Og við henni liggur að lágmarki 1 árs fangelsi en alltaf lífstíðarfangelsi. Þá sést að ákæra hann vill, það er skrifstofustjóri Alþingis sem vill að þetta fólk sé ákært fyrir að hafa reynt að svipta Alþingi sjálfræðis. Og þessu var hent út nánast með hneykslun á tón af dómnum. Já. Svo er það saksóknari sem ákærir á grundvelli þessar 100. greinar, sem er algjörlega frálegt og er vítavert athæfi af ákæruvaldinu. Það er ekki í lagi að ákæruvaldið ákæri fólk á algjörlega kolröngum forsendum. Síðan er það þá að saksóknari pantar í tölvupósti kæru frá Alþingi fyrir húsbrot. Það var líka glórulaus ákæra, sagði dómurinn. En þetta pantar saksóknari frá brotaþola, saksóknari sem á að sjálfsögða að vera hlutleysi í málinu, hann sendir tölvupóst til skrifstofustjóra Alþingis og býður bóstölum að það sé kært fyrir húsbrot. Því það kom ekki nógu vel fram í bréfinu sem upphaflega var sent. Þar að auki þá neita bæði skrifstofustjórinn og saksóknari að þau hefur gert þetta. Þau ljúga þátt sinn í málinu. Og þetta er til tölvupóstar sem staðfesta það. Svo er það forseti Alþingis sem hefur löngum sagt að hún geti ekki tjáð sig um málið og megi ekki skipta sig af því vegna þess að þetta sé í höndum dómstóla og löggjafarvaldi megi ekki sletta sig fram í starf þeirra. En hún var búin, eftir að hún sagði allt þetta, var hún búin að tjá sig um þetta mál í tölvupósti sem hún sendi frá Alþingisnetfangi sínu. Þar sem hún ber þetta fólk þungum og röngum sökum og hún vísar í upptökur úr þinghúsinu sem að sýni það að þetta fólk hafi beitt ofbeldi og slasað þingverði. En það kom í ljós þegar þessar upptökur voru sýndar í sjónvarpi að þetta var rangt og það er vandlega staðfest í dómnum. En það sjá það allir sem að sé þessar upptökur. Þannig að þingforseti fer með rangt mál og það er ekki hægt að sjá hana en hún hafi gert það vísvitandi því hún vísar þessar upptökur sem sýna að þetta var ekki þannig. Þannig að þingforseti ber þetta fólk, forseti Alþingis, ber fólk þungum og röngum sökum og neitar síðan að ræða máli og neitar að draga þetta tilbaka, hvað þá að biðja afsökunar. Starfsmenn Alþingis, þeir létu stóran hluta af þessum upptökum eyðast, upptökunum af því sem gerist, það létu eyðast, en þeir geymdu það sem að þeir eins og eitt starfsmann Þingsins sagði fyrir rétti, það sem þeim fannst vera áhugaverðast fyrir sig. Þetta er virðingi fyrir réttarríkinu. Og síðast en ekki síst, þá hefur komið í ljós núna, og það reyndar hefur ekki verið almannavitorði, ég birti tölvupósta sem sýna þetta á blogginu mínu morgun, að saksóknari sem hefði átt að vera vanhæfur vegna allt og mikill tengsla við Alþingi, hún satt á þingi sem varaþingmaður fyrir 20 árum, hún er kjörin af Alþingi sem formaður bankar á Seðlabankans, hún er auðvitað pólitískur samherji forseta þingsins, þess vegna hefði hún ekki átt að taka þessi þetta mál, hún hefði átt að vera úrskurðuð vanhæf þó að dómurinn hefði ekki gert það, en hitt er svo annað mál að það hefur komið í ljós að hún er tengd fjölskylduböndum einum sakborningi
og þeir lögfræðingar sem ég hef talað við það mál eru allir á einu máli það að hún sé sjálfkrafa vanhæf í málinu, hún vissi af þessu, eins og kemur fram í þessum tölvupóstum, að hún vissi af því fyrir aðalmeðferð málsins og hún hefði átt að segja sig frá því. Og ef að dómari hefði orðið þessa áskynja, þá hefði honum borið að víkja henni. En hvað með þess sko, það þú dæmt fyrir einhverju smáluti, þannig það eru tveir sem fá skilorðsbundna dóma og svo tvær fjársektir sem að... Já, ef ég má taka þetta aðeins þetta saman það sem að ríkisvald hefur gert í þessu máli og tala síðan hitt, þá það þannig að þetta fólk sem að ber hag réttarríkisins svo fyrir brjósti að það vill ekki tjá þetta sögum opinberlega, það að segja skrifstofustjórinn og forseti Alþingis, þetta fólk hefur logið opinber störf sín í þessu máli og það að segja forseti þingsins hefur logið röngum sökum upp á þetta fólk og neitar að taka það til baka. Alþingi hefur eitt mikilvægum gögnum í málinu en geymt bara þau sem þau töldu að kemur starfsmönnum þess best. Saksóknari hefur hunsað vanhæfisreglur laga og svo ákært fyrir alvarleg brot sem aldrei voru framin. Það var aldrei reynt að gera hennar valdaráðstilraun og saksóknari reyndi ekki einu sinni í réttarhöldunum að sýna fram á að það hefur verið gert. Þannig að ríkisvaldi hefur farið fram með ofboðslegu offorsi gegn saklausu fólki. Ef við tölum svo dómana, þá var þessum glórulausu ákærum þeim var öllum hent á haugana en 4 sakborningar hins vegar sakfelldir fyrir brot gegn valdstjórninni. Þeir eru allir sakfelldir fyrir brot gegn 107. grein hegningarlaga og þetta fjallar þetta margfræga brot gegn valdstjórninni. Það að segja þau óhlýðnuðust lögreglu og þingvörðum. Þau hlýddu ekki því sem að lögreglan og þingverðir skipuðum að gera, reyndar kom nú í ljós að það voru mjög misvísandi skilaboð sem að þau fengu, annars áttu að reka þau út og hins vegar máttu þau ekki fara út, en það annað mál. En þetta langt frá ákærunni? Þetta mjög langt frá þessum alvarlega ákærum, já, en það sem alvarlegt við hugsunarháttin á bakvið sakfellinguna þetta til ég. Það, ef maður les dóminn, þá kemur í ljós að átökin hófust þetta fólk ætlaði að ganga inn í húsið. Það stjórnarskrár varin réttur íslensks almennings að fara á þingpalla og hlusta á umræður á þinginu. Átökin hófust þegar þetta fólk ætlaði að fara inn í húsið. Rétturinn hefur bent á þetta, eða nefnt þetta með að þetta stjórnarskrár varin réttur án þess að þeir gert nokkuð meira með það í dómnum. Rétturinn hefur líka sagt að Alþingi hafi leyfi til þess að setja reglur með hvaða hætti fólk fær að fara á þingpalla, en það eru engar reglur sem nefndar í þessu sambandi sem vísa til eða sem hægt að vísa til þess að koma í veg fyrir að þetta fólk gangi inn í húsið þegar ætlar að gera það. Það þá sem átökin hófust. Það eina sem starfsmenn þingsins hafa sagt og sögðu réttarhöldunum var, við hleypum ekki svona fólki inn. Svona fólki hleypum við ekki inn. Og það ljóst að einhverju starfsmenn þingsins tóku þá ákvörðun að þetta fólk, svona fólk, mætti bara ekki koma inn í þingi og það eru engar reglur til þetta sem hægt að byggja á. Þannig að mér finnst vera augljóst að hér sé verið að brjóta á stjórnarskrárvörðum réttindum almennings og ég má klára, það örlítið eftir þá, já. Ég myndi ef ég verið lögfræðingur myndi ég gjarnan vilja fara með þetta mál upp í Hæstarétt og reyna að þvinga Hæstarétt til að taka afstöðu til þess hversu mikils virði þessi stjórnarskrárbundni réttur gagnvart að því að maður verði að hlýða valdboði valdstjórnarinnar og þetta það sem ég kalla miðalda hugsunarhátt sem að þarf að fara að hreinsa út úr íslenska réttarfarshugsuninni. Ég telreyndar að það ætti að vera stætt á því að beita stjórnarskránni og segja að þetta rangt, þessi praxís sem hefur orðið til þetta, hann rangur. En ég skil alveg þá lögfræðingar sem segja að þetta praxísinn, það má ekki mótmæla því sem að valdstjórnin ætlar að gera, sem lögreglan skipar mann að gera, maður verður á hlýðinni. En þetta hugsunarháttur sem algjörlega óboðlegur á 21. öld og hefði átt að vera á 20. öld, þannig á heima á sama safni og hugsunin á bakvið það að þrælahald hafi verið í lagi, eða það að konur ætti ekki að hafa kosningarétt, að skipanir lögreglu, skipanir valdstjórnarinnar burt sér frá því hvort fólk að neita lögbundis réttarsins eða ekki, að skipanir hennar skuli vera ofar öllu öðru, þar með talið stjórnarskránni, þetta bara kolrangt, þetta sem verður að breyta. En þetta vandræðilegt mál fyrir Alþingi? Þetta vandræðilegt mál, sko, meðal annars að þeim rökum sem Einar rekur hér, lagði ég fram þingsályktunartillögu í fyrra, þingi sem fékkst reyndar ekki rædd, sem að sneri að því að Alþingi ætti að draga tilbaka ósk sína á hvaða grundir þetta ætti að ákæra.
það var mikið fjarafók á þingi þegar þessi tillaga var lögð fram og ég man ekki hvort að Sigurður Kári tók nú þátt í þeirri umræðu en það voru margir þeirra skoðun að þessi tillaga væri óþingtæk og þingi ætti ekki að blanda sínu máli en þingi var búið að blanda sínu máli og þetta er auðvitað alveg dæmalaust mál af hálfu þingsins og það var nú bara skammast til að biðjast afsökunar á framgöngu sinni í málinu að mínum mati. Sigurður Kári. Já, sko í fyrsta lagi þá held ég að menn verði aðeins að líta á þær aðstæður sem uppi voru þegar þessir atburðir áttu sér stað. Þá voru þúsundir manna í kringum þinghúsið. Við sem komum til vinnu, við fengum í okkur egg á leiðinni í vinnuna og fóru síðan í fylgd víkingasveitarinnar úr vinnu. Þetta eru þær aðstæður sem uppi voru á þessum tíma og það var svona mjög rafmagnað andrúmsloft sem að maður hefur aldrei upplifað áður og mun væntanlega ekki gera aftur og vonandi ekki. Gerist það á þessum tíma? Í öðru lagi, þetta er þarna í tengslum við mótmælin og allt sem að þá átti sér stað. Í öðru lagi þá er það auðvitað þannig að ef að saksóknari fer fram með einhverja staflausa stafi, þá auðvitað munu dómstólarnir taka á honum með þeim meðlum sem þetta er vítaverð afstaða til réttaröryggis, Sigurður. Þetta er algjörlega vítaverð afstaða til réttaröryggis. Ég er ekkert að verja það. Ég er bara að segja, ef að saksóknari fer fram með of harðar ákærur á hendur einstaklingum, þá á það að hafa afleiðingar fyrir saksóknara. Það er hrikaleg lítilsvirðing á mannréttindum að hafa þessa afstöðu sem þú ert að lýsa núna. Að það verði ekki verið hægt að stoppa saksóknara sem fer fram með svona glórulausar ákærur. Þetta er nákvæmlega eins og ef ég er að segja það að dómstólar eiga að taka á slíkum mönnum. Það er það sem ég er að segja. Það er það sem ég er að segja. Það er of seint. Já, en hérna síðan vildi ég segja það að þetta mál hlýtur að fara til Hæstaréttar og það hlýtur að koma einhver endanleg niðurstaða það með hvaða hætti þetta er. Mér heyrðist hins vegar á Einari og það er það sem mér fannst alvarlegt, er að hann telur að það eigi að gera einhverjar breytingar á reglunni það að almenningi í landinu beri að hlíta fyrirmælum lögreglu. Og þó svo að ekki skilja alveg hvað ég verið að segja. Já, þú ert að tala hérna gegn reglunni að brot gegn valdstjórninni eigi að vera refsivert og þá veltir maður fyrir sér burt séð frá þessu ágæta fólki sem að dregið var fyrir dómi í þessu máli nýjumenningarna. Hvernig ætlarðu þá að tækla aðra einstaklinga sem eru kannski þekktir brotamenn eiga þeir að komast upp með það að sinna ekki tilmælum lögreglu? Ég held að við séum komnir inn á mjög hættulega braut ef þessi viðhorf verða ofan á. Það eru lög og réttur í landinu og það ber öllum að fylgja þeim. Það sem ég var að benda á var þetta að lögreglan var að banna fólki að neita stjórnarskrárvarins réttarsins. Það er dálítið annað heldur en einhverju ofbeldismenn í keilu. Lögreglan á auðvitað ekki að gera það, en í upphafi sagði ég að við þurfum aðeins líka að taka með í reikningin það andrúmsloft og þær aðstæður sem uppi voru á þessum tíma. Ég man alveg hvernig þær voru. Já, og ef við ætlum að taka það með í reikningin, andrúmsloftið aðstæðurnar sem voru þarna, að þá er þetta þannig að þær aðstæður, þær eiga auðvitað líka við þann almenning sem ætlaði að fara inn í Alþingishúsið vegna þess að það var ástæða fyrir því að þetta fólk vildi fara inn í Alþingishúsið og segja frá því að ríkisstjórnin væri vanhæf. Já, ég veit það. Þú mátt ekki skilja mig þannig að ég sé að gera eitthvað lítið úr reiði þessa fólks. Ég vil bara undirstrika það sem ég finnst vera rangt í þessu máli að það eigi að hlýða valdboði lögreglunnar að hún að banna fólki að neita stjórnarskrárvarins réttarsins og mér finnst dómstóllinn ekki hafa sýnt stjórnarskránni næga virðingu þeim efnum. Hann fjallaði ekki það mál hversu mikils virði sá réttur gagnvart rétti lögreglunar til þess að skipa fólki að gera það sem henni sýnist. Við þurfum að slíta þessu. Ég þakka kærlega fyrir að koma inn í þáttinn Einar, Stefanía, Björn Valur og Sigurður Kári. Ég minna á það verður bein útsending hér klukkan 3 frá Bessastöðum, þannig að þetta er löng vakt hér í sjónvarpinu og en við ætlum að halda hér áfram að tala við Maríu Jónsdóttur sem að segja okkur sögur það hvernig að vera fátækur á Íslandi.